Komið sæl, ég heiti Gerður Kristný og ég rithöfundur og skáld. Ég dvel núna í Iowa City á alþjóðlegu rithöfundaþingi. Ein þeirra bóka sem ég þykir hvað vænst af þeim sem ég hef skrifað myndin á Pabba saga Thelmu. Það viðtalsbók við hennar Thelmu Ásdísardóttur sem var fyrir grimmilegu kynferðisofbeldi en fékk aðstoð og stóð uppi sem sigurvegari að lokum. Hún komst líka að því að skömmin var ekki hennar, heldur gerendanna. Ein þeirra sögupersóna sem ég finnst hvað skemmtilegust og ég get fundið í bók eftir mig prinsessan á Bessastöðum, hún Margrét Elísabet Ingiríður Elísabet Margrét sem sagði að þeir sem væri með hjartað í buxunum væri ekki með hjartað á réttum stað. Undir það tek ég, sýnið hugrekki, alltaf, það veitir ekki af. Lárusdóttir heiti ég og 16 ára gömul. Ég nemandi í Verslunarskóla Íslands. Kynbundið ofbeldi málefni sem ég tel mikilvægt að sé rætt í þjóðfélaginu. Margir misskilja hugtakið en í mjög stuttu máli það eitthvað sem einstaklingur verður fyrir eða þarf að þola vegna þess að hann af einhverju tilteknu kyni. Oftast talað kynbundið ofbeldi þar sem konur eru fórnarlömbin. Kynbundið ofbeldi þó ekki aðeins líkamlegt heldur getur það einnig verið andlegt. Það sem ég hef að segja við konur, þolendur kynbundins ofbeldis eða þeirra sem gætu orðið fyrir ofbeldinu að þetta aldrei þér að kenna. Sökin liggur alltaf hjá gerandanum. Leitaðu hjálpar sem fyrst því með hjálp frá fólki í kringum þig þá kemstu í gegnum þetta. Kynbundið ofbeldi óréttlátt, sama hvort það sé í garð karla eða kvenna og þetta eitthvað svo erfiðasta reynsla sem manneskja getur upplifað. Þetta brýtur á mannréttindum og grundvallar frelsi einstaklinga og ber skylda að leita til allra leiða til að uppræta þann smánarblett sem kynbundið ofbeldi Áfram mannréttindi og áfram konur. Ég heiti Laufey Þorsteinsdóttir og ég í Háskóla Íslands í tómstunda- og félagsmálafræði. Sumarið 2013 fékk ég tækifæri til að taka þátt í námskeiði í Kansas á vegum Fulbright-samtakanna. Ég fædd með sykursýki og á námserfiðleikum. Í barnaskóla var ég beðin að taka ekki sálarpróf, en ég tók þau. Og ég tók fleiri próf og líka stúdentspróf. Allir eiga rétt á námi, en það þarf oft stundum að fara eða leiðir. Ef þú ert stelpa sem átti námserfiðleikum, ekki gefast upp. Þú getur þetta og átti rétt á aðstoð í námi. Ég heiti Ingibjörg Dögg og sumarið 2012 tók ég þátt í prógrami á vegum bandaríska sendiráðsins fyrir rannsóknarblaðamenn. Í störfum mínu sem fréttamaður hef ég fjallað mikið kynferðislegt ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi ein helsta ógn við líf og heilsu barna á Íslandi. Talið alltaf 1 af hverjum 5 stúlkum og 1 af hverjum 10 drengjum verði fyrir kynferðisofbeldi áður en þau ná 18 ára aldri. Ef þú hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi, máttu vita að þú ert ekki ein og ábyrgðin var ekki þín. Sama hvernig það gerðist, var ofbeldið ekki þér að kenna. Ofbeldið ljótt, en þú ert ekki ljót. Þú mátt líka vita það að þú getur fengið hjálp við að vinna úr minningunum og takast á við afleiðingar ofbeldisins. Það þarf ekki að móta þetta til framtíðar. Ofbeldið skilgreinir ekki hver þú ert. Kynferðislegt ofbeldi glæpur og þú gerðir ekkert til að eiga það skilið. Það var ekkert í þínu fari, ekkert sem þú sagðir og ekkert sem þú gerðir sem réttlætir ofbeldið. Vertu sterk, berðu höfuðið átt og haltu áfram.